Komið þið sæl aftur, við erum í þessari læstu stöðu núna, það lagið hér suður af landinu og viðvarandi austlægar áttir hjá okkur með úrkomu. Það ansi hlýtt í þessu en eins og við sjáum að þá þessi lægð ekkert á förum. Hún fjarlægist aðeins landið og samfara því þá lygnir aðeins á fimmtudag og föstudag jafnvel. En við fáum hér hvert úrkomusvæðið á fætur öðru inn á land, sérstaklega á suðaustur og austurlandið. En það má alveg búast við því það verði úrkoma í flestum landshlutum næstu daga. Það eru talsverð hlýindi í Skandinavíu og Evrópu og það í raun og veru þessi mörk sem að fóðra þessa lægð sem að við sjáum. Það vill nú svo til að líklega aðeins hluti úr þessari kölduger yfir Suðurlandinu á morgun og fimmtudaginn en það öllu hlýrra til fjalla til dæmis á norðan og austanverðu landinu. Það þó ólíklegt að verði frost á láglendi þrátt fyrir kalda loftið þarna uppi. Það áframhaldandi hvassviðri á landinu í kvöld og nótt og það dregur síðan smám saman úr á morgun, rétt að geta þess að það viðbúið að verði hríð af fjallvegum á norðan og austanverðu landinu í kvöld. Það verður ansi hvasst í fyrramálið en þegar svona líður á dagina þá lygnir smám saman á sunnanverðu landinu og eins hér austanlands eins og við sjáum en það hins vegar svolítil Við erum svolítið föst í þessari úrkomumynstri. Það má líka búast við því að fara að snjóa verði rigning til fjalla, að snjórinn fari úr því að vera snjókoma og yfir í rigningu hérna þegar hlýnar á svona miðhálendinu og það einna svona líklegast að það snjói bara í hæstu fjalltoppa til dæmis einhvers staðar á Kili eða Sprengisandi en það fari líka að rigna á ströndum og þegar það rignir ofan í svona nýjan snjó eins og fellur í nótt að það má alveg búast við því að verði svona fremur mikið mettaður jarðvegur til dæmis og jafnvel einhvers konar vatnavextir í litlum lækjum og ám á svæðinu. Ef við skoðum svo fimmtudaginn þá sjáum við að það ennþá þessi austlæga átt á landinu hægur vindur til þess að gera hér norðaustan til, svo lítill strekkingur með ströndinu og líklega hvassast á Annesjum en áfram þessi lítilvæga úrkoma víðast hvar en hún verður líklega ekki lítilvæg á Suðausturlandi. Á föstudag þá svona sömu sögu að segja nema það herðir líklega örlítið á vindi líka með suðurströndinni, birtir þó til í flestum landshlutum nema þá Suðausturlandi en það nú einhver úrkoma áfram þar enda algengt í þessari hafaátt. Á laugardag þá virðist ætla að koma ný innspýting inn í þessa lægð með talsverðu úrkomusvæði þannig að þó að það styttir svona upp að einhverju leyti á föstudag að þá fer aftur að rigna talsvert með suður og suðausturströndinni á laugardag og það má líka búast við því að það verði þá einhver smá væta á norðvestanverðu landinu líklega allra nyrst á Vestfjörðum. En ef við bregðum okkur aðeins til Evrópu þá nú harla óvenjulegt veðrið þar. Það sunnanátt og hlýindi 10 til 12 stiga hiti víða í sunnanverðri Skandinavíu, 12 til 15 stiga hiti í Austurríki og Þýskalandi og sól og blíða eins og við sjáum í raun og veru á þessu korti en það miklu meira að vera til dæmis í Frakklandi og á Spáni í þessu ástandi og líklega að það rignir hreinlega á suður Spáni á næstu dögum. Ef við skoðum aðeins kortið fyrir Norður Ameríku þá nú komið þetta úrkomusvæði komið út fyrir austurströndina en það svolítil rigning áfram við Mexíkóflóa en hlýtt og notalegt á vesturströndinni sérstaklega til dæmis í Suður Kaliforníu. En það áframhaldandi hvöss austanátt hjá okkur fram eftir degi á morgun með úrkomu í flestum landshlutum og þarf að hafa varan á með hríðarveður á fjallvegum í nótt. Verið þið sæl.